Hæ, gættu bæinn? Hvað segirðu? Bara fínt, en þú? Já. Velkomin to mi casa. Má bjóður upp á kaffi eða eitthvað? Jæja, geggjað. Æ, takk fyrir. Ég tók eftir í, ég veit ekki hvort ég sé eitthvað styrir í hálsinum, en svo er þetta líka svolítið svona kækur hjá mér eða eitthvað. Já, þú veist, það er svona klikki. Hvað heitir þetta? Á Hringbraut, sjóstöðinni. Hringbraut? Já. Já, býðu, já, ég man eftir þessu aldrei. $1. Nei, þú veist, þetta er ekki, þetta er 0 krónur. Já. Simsanda Connect. Ég er bara, ég veit ekki hvað ég er að gera, þannig að ég skil ekki af hverju. Hvað þetta er náttúrulega up and down. Þessu líka. Já. Þetta, dömur og herrar og allt þar inn á milli eru hárkollur. Þetta er eitthvað sem við notum mjög mikið í draginu. Því að ég er ekki að rokka þetta hérna þegar ég er upp á sviði. Það er ekki úlla. En þetta er eitthvað sem ég er að fara að prófa í fyrsta skipti. Ég hef aldrei verið með brúnt hár, þannig ég er mjög spennt fyrir því. Þetta hérna er reyndar hárkolla kærasta mín sem er líka dragperformer. Hún er bara svona aðeins hérna í geymslu hjá okkur. Það er kannski aðeins að vera greið henni. Já, og svo náttúrulega út af því ég bý hérna með Lólu, þá er þetta bara svona alls konar hérna eins og hér erum við með allar flíkunur okkar. Þessi hérna fataslá er meira mitt drag og svo er þetta er hérna Lólu. Og svo bara já, erum við akkurat líka með hérna svona hillu sem að, þú veist, hérna er hárkolla frá mér og þessi er líka mín, hérna er lambið sem við köllum það, því að þetta var svolítið svona tilraun sem ég gerði. Ég sem sagt tók hárkollu og ég hugsaði með mér, ég er að æfa mig að túbera. Hvað ef ég tek eina hárkollu og ég túbera hana alla eins mikið og ég get? Og þetta er það sem ég fekk. Þetta er heilmikið hár og þetta er bara ein hárkolla. Ég bara túbera hana eins mikið og ég gat og svo bara greiddi í henni. Þannig að, eins og ég segi, við köllum hana lambið og svo erum við hárkollur hann í horninu líka og svo er hérna Lóla og hún hangir líka þarna, þetta er önnur Lóla og svo er þessa 3 líka Lóla. Og bara mest megni á dótuninu er enda frá henni. Ég er ekki mjög mikið fyrir það að setja upp eitthvað svona decor og hana Lóla á heiðurinn á því að vera svona the interior designer. Hún kom með þessa hillu og þessa hauskúpu, hérna er Freddie Mercury hárkollun hennar sem hún nota þegar hún er að svona impersonata Freddie Mercury. Svo situm við oft hérna á sófanum og erum að greiða hárkollum saman og eitthvað, það er mjög gaman. Og svo er, akkurat sér það, þarna er Lola Von Hart outfitið, þetta er sérsauma Lovis og Thomas. Þegar við gerðum House of Heart, a dragsaga fyrir Friends í fyrra, við vorum með sýninguna í Tjarnarbíó, þá vildum við svona overhetju vibes búninga og við fengum öll búninga sem voru búin til hvítu spandexi og svo með okkar svona lit. Lóla var fjólblár, svo er ég bleik, búningurinn minn er hérna og þetta er overhetju búningurinn minn og síðan var Chardonnay, hún var græn og Milo var appelsínugulur. Svo er náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, við erum svo mikið hárkollum og hérna eru bara eitthvað 3 hárkollur bara liggjandi. Þetta er náttúrulega verkefni fyrir seinni tíma, sko. Það er náttúrulega margar hárkollur sem við eigum eftir að greiða og beturbæta því að það þarf að halda þessu uppi, gera þetta reglulega. Já.
þetta svolítið svona lífið við það að vera drag performer. Það maður á aldrei ná pláss því að svo erum við náttúrulega með heldur mikið meira af dragi bæðin í geymslu en í herbyggjunum okkar. Þannig að þetta náttúrulega, ef ykkur finnst þetta mikið þá þetta bara hluti. Árið 2019, 17. ágúst. Eftir gleðigönguna þá ætlaði ég að fara að djamma út af því að þetta var fyrsta skipti sem ég var að fara að djamma niður í bæ í Reykjavík út af því að ég var að verða 20 ára. Og ég akkurat, fór inn á Gaukinn og ég var beðinn skilríki og ég eitthvað, ok, og þau kíktu á skilríkið mitt og voru svona, ok, þú verður 20 ára eftir, 2 tíma. Þetta allt í lagi. Þannig að síðan var ég á Gauknum með vinkonu minni og allt í einu labba inn, alveg 5 eða 6 dragperformerar. Og ég bara, oh my god, það eru dragdrottningar þarna og eitthvað og málið var, ég var líka nýbúinn á þessa dragkeppni Ísland sem hafði verið í vikunni fyrir þetta og sá fullt af þeim þar og síðan þegar ég var, búinn að vera í Gauknum smá tíma og fekk svona smá kjark frá drykkjunum, þá ákvað ég, leið og klukkan var miðnætti, þá hugsaði með mér, ok, hvernig á ég að fara að tala við þetta dragfólk því að það eitthvað sem ég ætla að fara að gera. Og leið og klukkan var orðin miðnætti, þá var ég bara eitthvað, oh my god, ég á afmæli akkurat núna. Þannig ég hljóp upp á dragfólkinu og ég sagði, oh my god, it's my birthday, hey everybody. Og það var allir eitthvað, wow, geggjað. Og ég skilði 100% svo vel út af því að ef þetta myndi gerast við mig í dag, þá var ég bara æði, anyways, en manni finnst manni eitthvað svo verið svo, þegar þegar maður lítur svo mikið upp til fólk sem vantar svo mikið að tala við þau, þá, svo lítið sem að fara að stoppa mann, og það eitthvað sem ég gerði, ég bara hljóp upp að þeim og ég bara, oh my god, hæ, ég þarf að tala við ykkur, og síðan actually lendi ég inn á Reykjavíkursvæði með Chardonnay og ég talaði við hana á Reykjavíkursvæðinu á Gauknum og ég var að sýna henni myndir og eitthvað, bara ég er búinn að prófa að gera drag og mér langar svo ógeðslega mikið að gera drag og hún var bara, heyrðu, já, endilega, bara gerði það, það draglabbjan í næsta mánuði. Og ég bara, oh my god, en ég býð á Selfossi og hún bara, ok, og ég bara, ok, mér langar að fara að flytja í bæinn og ég held að ég sagði það ábyggilega bara við hana, mér langar að fara að flytja í bæinn og byrja að gera drag og gera það for real og ég held að það hafi svo sem hjálpað mér út af því að það sýndi henni ábyggilega svolítið, drifkrafti minn í það að mér langar svo mikið að fara að gera drag ef ég var tilbúin að flytja frá Selfossi í bæinn bara til þess að gera drag og ég var líka með myndir og ég var búin að vera að æfa mig ábyggilega næstu í ár áður en ég fór svo að performa. Þannig að ég var með, sönnunargögn yfir því að mér langaði actually að fara að gera drag. Ég var ekki bara að segja það, ég var bara mér langaði svo mikið að gera drag. Og síðan komst ég heim á Selfoss eftir þetta kvöld, ég veit ekki hvernig. Vaknaði allavega morguninn, ógeðslega þunnur, tók upp síma minn og sá ég var með Instagram skilaboð frá Chardonnay og ég bara, af hverju Chardonnay Bublé að senda mér skilaboð? Og þá voru þetta ógeðslega fallega skilaboð sem að sögðu bara, hæ, ég veit ekki hvort þú manst mikið eftir kvöldinu áður, en ég meinti allt sem ég sagði og ég full að trúa því að þú getur orðið ógeðslega flottur dragperformer og bara ef þið vantar eitthvað hafðu bara samband og við erum bara hérna til að hvetja áfram og mér hlakkar til að sjá hvað þú gerir. Og bara það að Chardonnay Bublé hafði svona mikla trú á mér, gaf mér svo mikinn drifkraft að það fyrsta sem ég gerði þegar ég sá þessi skilaboð var ég lokaði þeim, fór inn á MBL /leiga og ég fór að leita mér að leigu íbúð í Reykjavík. Hva? Nei, hún komin? Oh my god, þetta Mayhem? Já, þetta er loks. Holy shit, til hamingju. Takk. Þetta er geggjað. Sorry, ég ætla ekki að trufla. Allt er góðu.
Ó, já, þú fekkst þetta stæði, ég var hérna áðan. Lucky. Heyrðu. Bye. Hvað? Já, sorry. Afsakið, ég alltaf svo stressaður, ég alltaf að drífa mig allt. Reyndar hjálpar ekki, ég með langa lappir líka. Það sem ég er þekkt fyrir í dressinunni, það að vera með langa lappir. Legs of Iceland. Hvað laði ég í bílnum mínum? Afsakið mig. How's everybody doing? I said, how's everybody doing? Hörðu, þarna lagði ég. Þessu bara hérna.